Það er sérstök ánægja að bjóða næst velkomin hingað inn á sviðið Pál Óskar Hjálmtýsson, tónlistarmann með meiru. Páll Óskar er að sjálfsögðu löngu orðinn þjóðareign með sínum glæsilega söng og gorgeous framkomu. En í þetta sinn ætlar hann ekki að syngja eða tala tónlist, eða það held ég að minnsta kosti ekki. Hann ætlar að flytja okkur ávarp. Gjörðu svo vel, Páll Óskar. Ég vil bara byrja á því að þakka Siðmennt fyrir að leyfa mér að halda þessa ræðu og óska öllum fermingabörnunum hjartanlega til hamingju með daginn og ferminguna, þessa borgaralegu. Og það er alveg aðdáunarvert að það sé svona mikið á unglingum sem spyrja sig sjálf krefjandi spurninga og gleypi ekki við öllu umhugsunarlaust og gangi í gegnum sína fermingu á siðferðislegum og heimspekilegum grunni. Þið eruð algjört æði. Einu sinni þá var ég staddur á listahátíð í Berlín. Og þar sá ég eitt flottasta og áhrifaríkasta listaverk sem ég séð á ævinni. Listaverkið var eins og öryggishlið á flugvelli. Á öllum flugvöllum þá var alltaf leitað á manni, það var verið að athuga hvort maður sé með byssur og hníf á sér. Og þetta listaverk var nákvæmlega svona. Þetta var leitartæki sem pípaði á mann og maður þurfti að labba í gegnum þetta á listasýningunni. Það var eitt hlið fyrir kalla og eitt hlið fyrir konur. Nema hvað, að það var búið að steypa og móta hliðin þannig að útlínurnar á því væru nákvæmlega eins í laginu eins og tvær heimsfrægar fullkomnar manneskjur, Jennifer Aniston og Arnold Schwarzenegger. Svo áttu konurnar að krumpa sér í gegnum útlínurnar á Jennifer Aniston og kallarnir að klöngast í gegnum útlínur Arnold Schwarzeneggers. En vesinni var að ef þú passaðir ekki fullkomlega við þessar útlínur, ef þú snertir útlínurnar á hliðinu, þá fór öryggiskerfi í gang. Og ekki nóg með það. Það kom strimill út úr tækinu leið og fékkst rautt ljós. Og á meðanum stóð: þú ert ekki samþyktur í þessu samfélagi. Stelpurnar fengu skipanir úr vélinni. Til þess að verða samþykkt að það þarf að gera eftirfarandi: aflita á þér hárið, stækka 7 cm, lengja á þér lappirnar, fara í fitusog, sérstaklega kringum maga, rass og læri, setja sílikon í brjóstinu á þér, fjarlægja 2 rifbein, setja smá geitafyllu í varirnar á þér, vítamínsprautur í andlitið á þér, nota bláar litaðar augnlinsur og vera góð. Ef strákarnir ætlaði að verða sér úti viðurkenningu og samþykki, þá þurftu þeir að fara í ræktina að lágmarki 9 sinnum í viku, éta ekkert nema fæðubótarefni, taka að lágmarki 120 kg í bekkpressu, brjóta upp kinnbein og neðri kjálka til þess að ná ferkantaðri andlitsdrætti, fara í magaminnkun ef þú áttu til að éta of mikið, eiga nóg mikið cash, flottan bíl, vaða í kettlingum og vera töff. Það þarf alltaf að taka það fram, en allir sem prófuðu að labba í gegnum fullkomnar hliðið féllu á prófinu. Þetta listaverk var frábær ádeila á hvaða hátt ákveðin menningar afkimi í samfélaginu vill helst steypa okkur öll í kökuform. Ég veit ekki með ykkur, en mér finnst mjög ljótt að steypa fólk í kökuform. Við erum ekki kökudeig. Við erum fólk. En svo var listasýningin búin og veruleikinn tók við.
þá nákvæmlega þessum skilaboðum sem stóðu á miðunum skellt framan í mann eins og rjómatertu á hverjum einasta degi. Á hverjum degi eru þessi skilaboð í netmiðlum eða tímaritum eða jafnvel venjulegum dagblöðum sem kom inn lúguna hjá manni. Tískuritin segja stelpum hreint út sagt að svelta sig og þær hlýða. Stelpur fá framan í sig fyrirsagnir sem eitthvað á þessa leið, og þetta eru allt saman raunverulegar fyrirsagnir sem ég pikkaði upp af internetinu. Sjáið appelsínu húðina á þessari. Svona lítur þessi út án make-ups. Þessi pía sko ekki að virka í bikini. Þessi auðvitað búin að sprauta í varirnar á sér. Við erum með myndir af henni bæði fyrir og eftir. Sjáu hvað þessi ógeðslega hallærislega klædd. Sjáu hvað þessi töff klædd. Sjáu hvað þessi sexy. Og fyrir strákana, sjáu hvað þessi gaur hipp og cool. Sjáu hvað þessi gaur veður í gellum. Sjáu bílinn sem þessi keyrir á. Sjáu hvað þessi á mikið kass. Þessi sjóheiti gaur núna komið bumbu. Við náðum myndum af hann á ströndinni. Sjáu hvað þessi gaur mikill lúði, þessi mikið fíbl, þessi mikill aumingi, þessi mikið fullur og vitlaus. Ég veit ekki með ykkur, en mér finnst þessi skilaboð vera ofbeldi og mannvonska af verstu mögulegu sort. Það svo mikil dómharka í þessu og jafnvel bælt mannhatur. Það nákvæmlega engin kærleikur í þessu. Það svo enginn fái séns nema hann líti út eins og photoshoppuð Hollywoodstjarna. Og það sem ég hef áhyggjur af að það eru líka litli krakkar að lesa þetta. Eitt alveg víst. Þessi skilaboð ógna sjálfsvirðingu okkar allra. Eða neyða okkur til þess að skoða hana og gá hvort hún sé ekki nógu góðu jafnvægi. Manneskja sem ekki með sjálfsvirðinguna í jafnvægi getur orðið fyrir miklum skaðlegum áhrifum af svona fjölmiðla ofbeldi. Ég ekki ætlast til þess að 13 ára unglingar viti hvað sjálfsvirðing En ég get lofað ykkur því að sjálfsvirðingin verður örugglega eitt stærsta verkefni ykkar í lífinu. Þið eftir að þurfa að skoða ykkar sjálfsvirðingu og hvar hún nákvæmlega liggur það sem eftir ævinnar. Það engin útskrift úr sjálfsvirðingaskólanum. Maður þarf að vakta hann á hverjum degi. Og maður veit í rauninni ekkert hvað svona hugtök þýða fyrir maður fær að reyna þau á eigin skinni. Og nú koma góðu fréttirnar. Manneskja sem með sjálfsvirðinguna í jafnvægi mjög sátt við það hvernig hún lítur út. Hún fílar sjálfa sig. Manneskja með sjálfsvirðingu hefur enga sérstaka þörf á að líta út eins og Jennifer Aniston eða Arnold Schwarzenegger. Manneskja með sjálfsvirðingu fílar að vera nákvæmlega eins og hún Og það mun skárra að vera eintakið af sjálfum sér heldur en vera léleg kópía af einhverjum öðrum. Mikið óskaplega væri nú huggulegt að búa í heimi þar sem fólk væri dæmt út frá verkum sínum heldur en hvernig það lítur út. Fólk hefur líka verið dæmt út frá litarhafti, kynhneigð, fortíð, ættartengslum. Ekki mun mikilvægara að spá í það hvaða hæfileika fólk hefur. Ég trúi því að við séum öll alveg ógeðslega klár í einhverju. Við höfum öll einhverja geggjaða hæfileika á einhverjum sviðum. Við fengum öll einhverja mikla gjöf þegar við fættumst. Sumir þurfa smá hjálp við að fatta í hverju þessi hæfileiki felst. En flest öll vitum við það innst inni. Hvað það sem okkur ætlað að gera á þessari jörð. Við vitum alveg hvað það sem við erum best í. Og ef þú hefur einhverja svona sérstaka gjöf,
þá gerir maður samfélaginu langmest gagn með því að gefa hana áfram. Gera bara það sem maður er góður í. Það er hægt að gefa 13 ára unglingum alveg heilan helling af heilræðum, en ég mæli einna helst með þessu. Næst þegar þið standið andspænis svona dómhörku í fjölmiðlum eða músíkvídeóum eða tískuritum, þar sem einhverju hreinlega skipað að taka þátt í þessum leik sem útlitsstýrkun er, þá verðið að spyrja sjálfsvirðinguna fyrst hvort hún vilji taka þátt í þessum leik. Ekki eyða dýrmætri orku og tíma af líf ykkar í að líta út á ákveðinn hátt. Ekki eyða orku í að refsa sjálfum ykkur fyrir að líta ekki út á ákveðinn hátt. Það er fullt af fólki hérna úti sem er á fullu allan daginn að refsa sjálfum sig fyrir það hvernig það lítur út. Eyðið frekar orku í að gefa hæfileikum ykkar alla þá næringu sem þeir þurfa. Veljið ykkur ævistarf sem tengist áhugamálum ykkar. Ég hef tekið eftir því á fólkinu í kringum mig að þeir sem velja sér ævistarf sem tengist áhugamálum þeirra, þessu fólki gengur venjulega mjög vel í lífinu. Jafnvel þótt starfið sé mjög ópraktískt, jafnvel þótt starfið borgi ekkert sérstaklega vel, að þá líður þessu fólki almennt mjög vel í vinnunni og er mjög hamingjusamt. Ég get alveg klárað þetta á því að gefa bara heilræðin sem ég fer sjálfur eftir í lífinu. Ekki reykja, ekki drekka, ekki dópa, borðið mikið grænmeti, ekki borða mikið af steiktum og brösuðum mat. Reynið að borða eins orginal mat og hægt er. Hreyfið ykkur í takt við það sem þið borðið. Fáið ykkur vinnu sem ykkur finnst skemmtileg. Ekki fara með rifrildi upp í rúm. Leysið frekar deilumálun á staðnum. Syngið eins og enginn sé að hlusta. Dansið eins og enginn sé að horfa. Og svo er bannað að fara í fílu. Til hamingju með daginn. Þetta, Páll Óskar, við skulum lofa því að fara ekki í fílu, allavega ekki í dag.